Við erum í verkefni 9. Við ætlum að halda áfram. Við vorum búin að búa til leira, við vorum búin að setja upp grunnmynd, við vorum búin að setja S-dref, við vorum búin að setja rafmagnslampann upp og við ætlum að fara þá í að teikna lagnirnar. Svo, það lítur svona út. Við ætlum að byrja á einu samt. Ég sá að hérna ættum við að vera með leirun okkar. Svona. Það byrjaði að sortera þessar R-leigari í burtu, þannig að ég sé ekki með alla súpuna hérna uppi. Ég fer í layer properties og ég hægri smelli hér. Ég fer ekki hérna fyrir ofan og segja new group filter. Kalla hann rafvarnir. Smelli svo all used layers og kveikja þessu og vel hérna alla R-leigarana. Heldur henni control og ég smelli ofan á hver fyrir sig. Dreð þá inn í þessa möppu hérna sem þetta rafvarnir. Og smelli svo á hana. Þá listar hún upp. Svo hérna. Þá listar hún bara upp R-leigarunum okkar sem við settum í þessa möppu. Við erum að stilla layer properties á og við sjáum bara sem er í þessu rafvarnarmöppu. Síðan ætla ég að risa upp hérna lagnirnar sjálfar og ég nota hérna layerinnar 630 lag og svo nota ég polyline til að teikna línurnar. Polyline hér og ég ætla að byrja til dæmis hérna. Íta space og after space til að kveikja. Gera svona og svo til að fá hotnið þá nota ég camber-skipunina. CHA og D til að stilla distance og ég hef hann í 100. Tvisvar enter. Smelli þá línuna svona sérkværi megin. Þá kemur hún. Nota PL til að kveikja polyline og ég ætla að setja hérna á ofan. Íta space til að kveikja slökkva og sjá ég næ ekki að grípa hérna í hotnið og þá fer ég sennilega í snappi hérna, hægri smelli og kveiki hérna á node og ég kveit á kvadrant. Svona, og þá get ég við. Þurfum að kveikja á hægri smelli hérna aftur og neðrest hérna. Neðrest. Svona, sjá hvað gerir þá. Jú, þá vill hún. Þegar maður að fara hérna. Það gerir svona. Og það sem við þurfum að passa okkur á samt er það að þegar það komið tvöru þá vil ég hafa annar öru hérna megin. Ekki taka þetta í miðjuna. Og þarna kemur kosturinn við pólilínuna fram. Og nú get ég kveikt á kampinum og smellt hérna á þessa línu. Þá eyður hún út fyrir mig hinir hlutanum. Media space and kveikju. Þetta er svona kosturinn við polyline. Hinn kosturinn sá að ég get séð hérna ef ég ljóma þetta og fyrir properties og get ég séð hvað línan er löng. Þetta eru 2,5 metr, hérna, 2541 mm. Náma þetta er 2,5 metr. Þetta er svona eitt kosturinn. Og svona haldi ég áfram. Nota polyline skipunina til að teikna á milli og sjá hvernig fyrirmyndin er. Hún var svona. Við ætlum að reyna að fylgja henni eftir og teikna upp allar þessar línur í R630 layernum eins og sést af fyrirmyndinni. Og svo kannski ágætist tricks eins og hérna í sérgreinunum og sem dæmi að ég er búinn að teikna upp hérna í striki, ég er bara einfaldlega að teikna þetta svona og þá getur við notað copy-skipunina CO, space og látið hana auðvelda með lífið. Það þurfi þá ekki að vera maður teikna sama hlutin upp aftur og aftur.
eins hérna við þar sem við ætlum að hafa röra greinina í áttina töflu. Við getum notað þess að sama. Þá lítur þetta allt alveg út og þeir eru alltaf margar fljótari að vinna hlutina. Þannig að þetta var þessi E-liður og þá átti teikningin að þegar þessi lokið að líta einhvern veginn svona út með lognum og greinatáknunum og allt í réttu leigurum, passið ykkur á því. Takk fyrir þetta.